Banna Samoa og Manapal. Ok. Já, þau eru þá úti. Og ég sé að sem Lundar þeir banna Samoa og Nepal. Og Bölvin þeir eru að banna Kings Row. Þannig að býja eftir þeir. Þeir eru bara Kings Row, þeir fæði banna 3. Býja. Já, hérna bannaði þarna. Oasis, Iliosis og Busan. Ok. Vilja Lee Sang-tao? Lee Sang-tao er bara Lee Sang? Li Xiang er nokkur möpp innan maps. Já, Li Xiang er áhugavert. Mér finnst alltaf svona, ég veit ekki, mér finnst það svona happlapp það hvort að mér finnst það skemmtilegt eða ekki. Það kemur upp að ef maður er að spila gegn einhverjum skemmtilegum, sitt ég í hérna gæsalapir Lucio. Já. Það fer svolítið í taugarnar á manni. Ég ætla ekki að rópa það með því. Leiðilegustu pikkinn fyrir þetta map finnst mér er Lucio, Roadhog. Og svo stundum Orisa því að hún getur hendir fram af og svo náttúrulega of course er að fara. Það er allt hittir sem að geta hendir fram af. Ég veit ekki en ég hata út um einhver. Þótt mér svolítið góð sko. Bara þóla hann ekki. Hún er bara ekki góð fyrir þetta map. En sjáum hvað er velja. Fáum dagsbirtuna í mappinu. Já, ég var að taka eftir ég er svona ekki að horfa hvað símanum. Takk klukkan var. En já, þetta er rosalega fallegt mapp eitthvað ég veikina. Á dögunum, nætur þá er þetta bara öðruna hrygningur sko. Þá er það hrygningsleikur fyrir mig. Það væri reynda geggjaður ef maður myndi bæta við hrygningu í kvöld. Hrygningur, það væri geggjað. Í kvöldið, já. Kvöldin í þessu, í svona mappum, það væri aðeins sjá. Bara miklu meira svona intense. Þannig við sjáum hjá Lundum, þau velja Echo með Quirk, Bungie velja Kiriko, Wardenit velja Tracer, Matanuchi velja Winston, Talenso velja Mercy og Spyrurinn velja Divu. Svo erum við Gringatjó á... Nei, ok, hann bara eitthvað sig yfir á Mercy í lokin. Svo er það Andurel sem hérna... ég man aldrei hvað hann heitir. Keyubird í DPS-inu. Já, það er bara öll hérna inni að bæja. Sigma, þetta komið það. Ég þól ekki hann að karakter sko, Sigma alveg... Sigma? Hann má alveg, Sigma og hérna... En ég elska Sigma. Doomfist, þeir eru ekki mínir vinir. En já, svo er það hérna... Symmetra, Keyubird, Víkingur er Legendary Reinhardt. Máni er að taka Weaver og Mewtwo er á henni þeim nýja karakter sem ég man heldur ekki hvað heitir. Já, svo uppfæra hjá mér. Já, Adventure. Þetta er rosalega mikið að gerast á nokkrum myndum. Það er saman Bölvin, þeir eru með þetta núna. Saman að Lundanir þeir reyna að taka hægri megin, eða vinstra megin hjá mér. Nei, hægri megin hjá mér og... Tjekkum aðeins þeir að gera í grúpa. Við þurfum að eldast eitthvað við hann sem metru. Við sjáum hann að, Víkingur er strax komið með hamarinn hans, Reinhardt, nýja hamarinn. Það er reynir rosalega, það er alveg ótrúlega flottur hamar. Svona Winston, hann er alveg aðleikina. Við sjáum að Nani og Mewtwo. Þetta verður jafn mikið mess og þetta var þegar þetta var 6-6, það er svo margt að gerast og maður reyna að fylgjast með. Já. Sjáum að Mewtwo. Reinhardtinn virðist vera... Ultimateið. Víkingur virðist vera duglegir í þessu.
Já. Andrew tekur út Echo. Saman að þeirra öll hjá Lunda er komið á ultimate. Nei, hjá Princess tekur Bölvin. Mána aftur tilbaka. Sama Víkingur hann er að bakka tilbaka, skjöldurinn er komið út borðutinn. Sama þá er Bölvin með þetta. Þeir eru búin að halda punktinum nógu lengi til þess að mögulega vera búin að ná þessu. Já. En það er ennþá smá tími eftir fyrir að allir að taka Það yfir. er ennþá alveg góð tímur, sko. Saman að rakli. Lundarnir eru að reyna að pússa svolítið inn á. Sama, En það virðist ekki ganga sérstaklega vel þar sem að heilmengurinn af teiminu er niðri. Víkingur tók niður með últíðinu sinu. Víkingur er detta niður. Og þá eru, já, Lunda, nei, Bölvin, nei, Lundar komið með þetta. Þá eru TR Lund- tekur niður Reinhardar á móti með Reinhard últíð. Ég held ég bara að viðkynna þetta, ég held þessi eini Íslendingurinn sem aldrei sé Lund. Bara lifandi Lund. Það þarf að taka ferð. Það þarf að taka Lunda. ferð til Vestmannaeyja til þess að sjá Lunda. Eða getur farið að borða þeir, það er líka hægt, víst. Já. Ég heyrði Eða það, Ísafjörð. já, lunga hjá Lundi var eitthvað ágætt. Ég gæti ekki farið í það að borða þeir, sko. Herru, þeir Já. henda... Já, þeir hendi inn og, já, heyrðu byrju. últi hjá henni dífu en það gekk ekki alveg, fór ekki alveg. Það er brjálað í gangi þarna. Spurning tekur niður Mewtwo, hvert tekur niður Mani, Víkingur deyr bara, Víkingur tekur niður Matinju, leiðinum, Budgie tekur niður Quibjard og hvert tekur niður Greninja. Ná að taka þetta á síðusta. Jésús, hvað gerðist Prósentunni. Nú er þurfilega bara að vera rosalega sterk með þetta. Þeir þurfa rosa mikið að passa sig að vera á defensinu fyrir eitthvað á offensinu til þess að halda þessu út. Já. Þeir eru með meira dive heldur en defense, þannig að við sjáum hvernig það virkar. Úff, þeir tóku og teleportið beint yfir punktinn og tóku yfir. Já, spara ultimate set, hvernig notar hann það? Saman að þeir eru núna með þetta, það er rosalítið eftir. Víkingur kemur útið Nei, Warden og fleygir Winston fram á mappinu og dreginn tilbaka af Bölvin var að taka þetta. Ég man alltaf ekki þarna. Það var glæsilegt hjá Var honum, Víking. alltaf. Ég man að hvert alltaf að spila Genji. Jésús, það var rosalegt að sjá hann. Sem Genji, það var alveg bara. Ég man eftir því. Það var ógeðslega gaman að sjá hann. Ég hef veðja 1 krónu og hann spilur Genji í kvöld. Ok, ég skal verið 2 krónur og hann spila aftur Genji. Já, þeir ætla eitthvað að breyta þessu núna hjá sér, hjá Bölvin. Virðast ætla líka halda svolítið í frekar defensive, finnst mér, heldur en aggressíft push. Já, við sjáum hann er komin inn. Ég held að hann er bara overrated fyrir mig. Þóttu það ekki sem mikið margir spila hann, þú veist. Ég nota hann alveg en mér finnst bara að vera allt of debufft núna. Eftir hann kom út, sko. Díva tekur út Quibjard. Úff, og tekur út hann Mewtwo líka. Já, Mewtwo og Quibjard. Andrew L er í bakinu að reyna að taka út healerana hjá þeim í Lundum. Hvert skuldaði 2 krónur? Hvert er Genji núna? Lundar virðist alltaf að vera fyrstir til þess að taka punktinn allavega í þetta skipti. Borga um 10 krónur til að taka hann punkt, ok. Sjáum við Víking standa sig jafn vel og hann gerði í síðasta mappi. Víkingur tekur niður, Víkingur tekur niður Matinju, Mewtwo tekur niður Budgie. Tekur hérna hans líka últið. Víkingur tekur niður Warden. Rosalega mikið að gerast. Ég held bara Bölvar það eru bara rosalega sterk núna. Fóru rosalega sterk inn. Saman þeir eru í grúpa eða fara tilbaka. Maður. Saman maður Matinju í Reinhard er á móti hvort öðrum og náttúrulega falla niður. Ég elska svo það, Reinhard á móti Reinhard og Torbjörn að Hamar. Það er allt gaman. Við sjáum að magatefnið er þetta kvörtig, andrulega tekur Budgie niður saman tíma. Held það hafi líka verið góð hugmynd hjá honum að skipta yfir í Reinhard á móti. Þannig að fellur hann fram af Víkingur á móti Matinju. Já, það er alveg rosalegt að gera. Saman að Greninja, hann er að reyna að slæta hans með Lucio á vegginum.
En hann tekur niður hvort, nei, hann tók ekki niður hvort, ég tók hann niður. D.Va fer beint í healerinn, en næri ekki að því að Máka tekur hann niður. Tekur yngan, sjáum að spyrlun að, nei, að Mardu verður en tekur niður Víkingur sem Frozen. Mewtwo, hann er, já, hann er með Víking og þeim, Brady, hvort tekur niður Greninja. Maga oltar og lifir ekki af held ég. Ver flott hjá honum að verja ulti frá honum Reinhardt. Já, mjög tekur niður hvort. En nú kemur hitt Reinhardt ultið og tekur hann út. Já, Jesús Kristur, Andrela tekur niður Martinu og Budgie og Helenzo. Mewtwo tekur niður spyrurinn með oltar. Bara með eftir. Víkingur tekur niður spyrurinn. Hvað er í gangi hérna? Þetta er rosalegt. Sjáum aðeins. Þeir eru öllu í reyni grúpa hjá Bölvar og Lundar. Sjáum að Bölvanir, Lundarnir, þeir gera það. Það er Haukur. Já, chill. Já, kemur inn ulti hjá honum. Hann nær samt ekki alveg að halda þeim á lífi. Þetta er rosalegt. Andrela tekur niður spyrurinn. Reinhardt í vondum máli en kippti tilbaka. Það er eiginlega rosalegt að sjá það. Sem Metta tekur niður Genji. Ég ekki sé það. Það verðist verið lítið bara á milli Víkings og Matanui. Já. Þeir eru passið samt að missa ekki punktinn. Sama Víkingur, hann er búinn að taka heglinga fólki niður, sko. Já, sjáum að þeir eru hérna reyni grúpinn. Það er alveg bara að halda yfir hurðina, sko. Þetta er ekki gott. Hann reynir að loka á það með ultinu sínu. Kemur inn Genji og ætlar að stela punktinu, menn nær því ekki alveg. Eftir að ná Mewtwo. Wordurinn tekur niður Víkingur, Martinino tekur niður Kýbubörn, Andrela tekur niður Wordurinn. Healerinn komið beint á punktinu og reyna að taka yfir og meðan Baraton er hörð við inganginn. Bölvar, þegar ákveðin Lundarinn náði, ég held Bölvarum bara að taka þetta. Þetta er rosalega Bölvarum. Kannski er þetta comeback, sem Bölvan er þeirra aðeins að kúpa. Hvort er búin að breyta í Venture? Þeir hafa núna frekar stuttan tíma á móti gröðurinn til þess að taka yfir. Últi hjá honum Máka kemur inn og tekur út allan annan tankinn. D.Va últi er á móti, nær hún að taka eitthvað, nei, Víkingur. Víkingur og allir hinn, já, Mewtwo, Víkingur, Andrela, Kjúbörn eru öll, ok, ég ætla ekki að voru þeir. Hlaupa inn á punktinn. Hlaupa inn. Á mitt tekur niður Wordurinn. Víkingur tekur niður Budgie. Kjúbörn tekur niður hvort. Andrela tekur niður Martinu. Og þetta er bítu, kannski gerist eitthvað rosalegt. Við erum með nokkra millisekundir eftir til þess að taka D.Va er inn á Móira útfjör. Mewtwo gerir hæ nú. Víkingur tekur niður D.Va. Nei, fyrir ekki. Greninja er með, drefa niður Budgie. Greninja drefa niður Wordurinn. Andrela tekur niður hvort. Harris yfir á Doom, Matanui. Hvað er í gangi hérna? Víkingur tekur niður Martinu og þau vinna fyrsta leikinn. Bölvar vinna þennan leik. Þetta var rosalegt. Sáum hvað play the game. Áhugavert að vera með... Já, þetta var þetta. Við erum með Halloween andró. Þegar það er ekki alveg komin tími á það. Ég held að það vera segt. Þeir ekki skilja þennan sigur. Það bara... Út af þessu eina, þá þau bara ekki skilja þessu sigur. Það var rosalega flott move hjá Víking að fleygja sér af stað, henda honum út á mappinu og vera svo gripinn tilbaka af honum Mána. Já. Það tekur alveg smá kúnst til þess að ná að geta gert þetta sem Lifeweaver. Þetta er ekki einfalt. Þetta er ekki eins einfalt og með heldur allavega. Þetta er rosalega flott því þetta gengur, en þetta fer rosalega oft úrskeiðis. Já. Já, en er eitthvað bara með henni BM? Er eitthvað búin að spila eitthvað skemmtilega leiki í chatinu, eða? Er eitthvað búin að spila eitthvað nýja leiki? Við sjáum að þetta What's Point í Gibraltar. Það er þetta óslega cool.
Mér fannst það mjög skemmtilegt map, sko. Ég spila mjög út þegar mér leiðist. Já, það erum býð Sjá hvort þeir ætla eitthvað að skipta út. Við erum held ég að fara. Í Gibralta. Ég hef alltaf reyndar að skoða Gibralta. Hirtar alveg. Það eru mismunandi skoðunar á Gibralta. Sumum finnst þetta að vera mjög gott map á meðan aðrir eru ekki alveg sammála í þar sem það er rosa stundum erfitt að komast fram hjá brúnni í byrjun áður að teka við fyrsta punkti eða að fara meðfram flugvélni af því að það eru svo margar leiðir til þess að í raun og veru blokka þá sem eru attacking einfalt að koma sér fyrir frí defensi. Það var svona lundar, Quest tekur þetta Genji, Budgie tekur niður Divu, Wordinant tekur Tracer, Mapinino tekur Winston, Lorenzo tekur Mercy og Swimming Pool tekur Ana. Já, við erum alltaf að haldast líka mjög svipað aftur hjá Víking allavega hjá Bölvun, nei fyrir ekki hjá, jú. Já, síðan var eitthvað að vona mér. Víkingur ætlar að vera allan ennþá Reinhardt, hann ætlar greinlega bara að standa sig í því að vera Reinhardt í kvöld. Greencatjú er á Mercy, Andröðal er á Winston, Kýbjörn ætlar að halda sig á Echo, Mán ennþá á Læfiver og Mewtwo er orðinn að Hanzo. Já, það er alveg rosalegt. Þetta er alveg sama, þeir eru alveg búin að koma sterk inn fyrir straffböru í dag. Eða bara næsta hálfnuð, bara byrjum 5 sekundurum. Saman að það núna Víkingur, hann fór yfir til þeirra þegar Læfiver gurlaði hann til hann. Þá fyrir liði. Winston er fallinn fyrstur. Sem Kýbjörn tekur niður Mapinino, Mewtwo tekur niður Wordinant og Lorenzo. Lútegar er að standa sig vel með að taka út báða Jeffersona. En gekk ekki alveg það sem að Diva kemur bara á mótunum. Greencatjú ætlar að fara í Attacking Mercy, sem að er stundum mjög gaman að gera. Ég geta alveg viðurkennt það sjálf að gera á stundum. Já. Ég meina til hvers ertu með byssu eða þú mátt ekki skjóta henni. Þetta gengur frekar hratt hjá þeim að taka fyrsta punktinn. Víkingur að standa svo vel með því að blokka af. Þetta er svo leiðilegt hótnan að þeir eru að taka. Víkingur tekur út Mercy og tekur út Divu, en fellur fyrir honum. Mewtwo tekur Mapinino, Quest tekur Greencatjú. Q-T-R ætlar að halda sig á lífi með þessu litla sem hann er með eftir og bara Winston á móti þeim. Bara Winston á móti, en Andröðal tekur niður auðvitað Quest. Hann er púllað tilbaka með hana á Læfiver. Það nafn verður aldrei einfaldra fyrir mig til þess að bera fram Læfiver. Smá tongue twister. Q-T-R kemur með ulti og Mercy boostaður. Diva er out of tank og fellur fyrir honum Víking. Winston tekur, nær næstu að teka út Echo en fyrir Echo yfir Genji. Nú fellur Matanui og þeir taka fyrsta punktinn og eru með 4 mínútur og 20 cirka sekundur eftir. Það er alveg slatti tími til þess að ná næsta punkt. Saman að Víkingur til að reyna að vera að taka niður Andröðal, nei Víkingur hjálpa Andröðal, ég sem ég rugna. Víkingur ætlar bara að rusha áfram. Andröðal er ekki að fara að leyfa neitt að gerast það í vinsina. Saman Peldur ennþá verið ítt og það enginn er að reyna að stoppa allir að lifa bara svona einu fæti. Diva er aftur átt af með. Q-T-R er að reyna að forðast Echo. Með lítið líf eftir. Hún nær Echo-num, já, hún nær að taka hann út. Saman að Greencatjú er að... Mercy nær ekki að ressa hann aftur, Echo er bara eftir henni og tekur hann út líka. Þeir eru á flottum tíma að taka punkt nr. 2. Náðu þeir í með hjálp. Þetta er rosalegt. Vá, með hjálp af ultíinu frá honum Hanzo tekur hann nr. 2. Já. Tryggja þessi núna punkt 2 af þeir. Andröðal er að
sofa hérna, taka lítið hvíld. Æ, Víkingur tekur út hana Önnu. Alltaf leiðilegt að vera tekinn sem healer af Reinhardt. Svo sem að Víkingur er að taka niður hann Matanino. Ég sem ekki að rugga sem Antonino og Andurle. Ansó bara einn að reyna að ýta payloadinu áfram. Já, það er enda bara geggja, þú veist, að láta einn vera payloadinu. Allir hinir. Það er yfirleitt skila eftir healeruna á payloadunum. Já. Á meðan þeir ætla að reyna greinilega að stoppa af í spawninu. QTR kemur með úrlíðið sitt. Svo síðan að Matanino er að taka hana ultimate, svo er að taka hana Mewtwo. Næ, er hann að halda þessu lengi? Nei, Ekko fyrir aftur yfir sitt eigið. Og hann tekur hann niður, ítir hann að mappinu, en Andurle tekur niður Matanino til að avengea dauða Mewtwo. Hvað, ég veit ekki. En við sjáum núna aðeins. Ég spila af mjúkti. Já, svona ég var fastar hérna. Ef það er einhverja stafsendingavillur í þessu sem ég segi, þá er það að því ég er lesblind. Við skulum bara taka þá frá hér. Af því ég mun örugglega gera það aftur og þess að taka eftir. En það er bara skemmtileg quirk hjá mér, en ég meina skemmtileg staðreynd. Ég líka gerði flott logo fyrir hann QRT. Svo ég segja rétt í þetta skipti. Magnús er að... Díva kemur út með bombi en tekur hann eitthvað út. Já, hún nær Mána á Lifeweaver. Heyrðu, þetta er rosalegt, heyrðu. Veitu? Andurle tekur... Já, ok, Wordinum tekur niður Andurle. Nei, já, Keeper tekur niður, já. Nær að ressa hann QRT. QRT. Núna er ég ekki að skamma það eftir hérna. Svo er það að halda pildurinn. Víkingur er að detta hratt yfir últið sitt. Og með Máni og Mewtwo eru ready. Winston líka, en ætla þeir að nýta sér það saman eða ætla þeir að pikka einn og einn í einu. Kemur út Hanzo últið, nær Dífu úr mekkanum sín. Ekko tekur út Mercy. Víkingur kemur með flott últi en nær ekki að halda sér á lífi. Víkingur er hérna áttur niður af QRT. Mercy nær að ressa síðustu mínútum. Er það nú til þess að halda þeim aftur? Ég held það. Nú tekur út Gringatjú. Andrel nær ekki að taka neinn út með últínu sínu. Allan ekki nóg mikið til þess að ýta payloadinu áfram. Svo mikið að gerast með 6v6 að ég sakna þess ekki þegar ég er að kasta því. Já, herru. Ég er svo mikið að gerast. Nerfar. QRT aftur með ulti. Tekur hann út Andrel, nei, já, jú, hann er í. Hubert er að tók Hann þarf að flýja vegna að lás Gringatjú ressar Andurle. Víkingur tekur niður QRT. Þeir eru í pointinu. Svo með það að Helenso, nei, Vegeta komir inn með og dettur nú strax. Matanino. Kemur annað ulti frá Hanzo. Já, leitt. Nær ekki neinu. Þetta er rosalegt. Máni hendur út ulti. Nær það að klára þetta. Þetta nú er ennþá á lífi, er hann að taka út healerinn, já, tekur út Mercy en nær ekki stoppa hann áður en Víkingur er komin á líf. Víkingur ulti er maturinn og nær að taka hann. Ok, það... Budgie tekur niður Andurle. Budgie tekur út ulti og... tekur Helenso. Víkingur dettur niður þegar Warden að ná honum. Þetta var Þeir eru búin að ná að halda þessu mjög vel. Þeir eru komin niður núna í 20 sekundur. Þannig að þetta fór frá því að vera hvað, rúmlega 4 mínútur eða meira. Niður í bara örfá sekundur eftir. Já. Tjekkum núna aðeins hvað er að gerast. Sjáum Mewtwo þegar hann er að brunnin. Og þeir ná payloadinu. Það er rosalegt. Þá er Bölvar með þetta. Með fyrsta rándi. En það er allt hægt að gerast.
Bölvun, já, ekki bölva, bölvun, já. Og bölvun að fara að defenda. Nei, jú, nei ekki. Jú, bölvun ekki. Ég veit ekki neitt, sko. Já, þekkum nú aðeins að þeim. Bam, bam, barabaram, baram, bam, bam. Já, núna er bölvun í að defenda. Já, Munur örugglega halda áfram, býst ég við, í að vera með Reinhardtinn. Já, Ah. Víkingur strax komin á Reinhardt. Máni ætlar að halda sér á live-vífurunum, Mewtwo ætlar að halda sér á Hansónum, Andriel á Jungle Queen og Gringatjú á Mercy. Það er mjög mikið af Mercy spilurum núna sem mér finnst vera frekar nýtt einhvern veginn aftur. En þá skipta skoðanir það hvort að hún sé í raun og veru góð eða ekki, eða hvort að fólk sé bara spila hana núna rétt ára nýja hitjan kemur út. já, hver er eftir að fara nýja hitsan? Hún er sem maður. Juno, og hún er healer sem flýgur líka af vissu leyti. Já. Kemur í ljós hvort hún virki strax úr boxinu en hún ávist að vera rosalega sterk. Víkingur kemur með flott push þarna inn á móti Dífu og tekur hún á mekkanum. Nærinni. Vortinu, þannig að þetta er eitthvað Widowmakerinn á það. Sjáum hann eitthvað, hann er alveg backplaninn á Úr næstu tók út af hann Andruel. Ég náðu þessu. Anduriel. Hvað er það sem sagði það ekki? Saman að Greenwood tjúi með Mewtwo. Víkingur fer bara beint áfram. Tekin út af Mewtwo. Sjá bara þeir alveg ná. Þau ætla að vera rosalega í pushinu frá Já, Lundum. Víkingur kemur aftur hérna með stökkið en nær hann einhverjum. Já, nær Dífu. Tekur hann út. Fyrir næstu Winston, hann tekur út af Mewtwo. Mewtwo er mjög mikið að passa upp á payload sinn. Mercy nær að ressa mana. Ok, hvað ætlar að gera núna? Ætlar að halda áfram að komast upp á. Kemur inn Hanzo ulti en nær bara Mercy. já, það er eitthvað gott, sko, taka svona eitthvað niður. Hann var í glaður, eitthvað. Sem að Víkingur tekur niður ultið sitt. Þetta tók út. Náðu að taka smá hjá Og vörðuna. Víkingur fer beint í Krí. Hann er hvað segpúið núna Víkingur. Það er alveg. Já, það er tímabil að koma í því. Sjáum að þeir eru að klipna að halda payloada þegar núna er 1 mínútu og 50 sekúndur eftir. Eina á 40. Helenso komið með ultið og nær að ressa aftur upp. Helenso Swimming pool. QRT tekur hér Mewtwo. Máni ultið líka. Mewtwo er tekið niður en ressaður af honum Gringatjú. Winston fer í ultið sitt, Matanui. Máni tekin út af honum með Krí. Íva eftir bara með Kífibörd og hérna Andruel. Þeir eru ekkert svona að hafa góðan tíma saman. Já, never mind, ég tek það baka. Tekin út. Dodgy. Saman síðan að, já, jésus. Þegar það var 60 sekúndur eftir. Víkingur er í lár og er tekin út á honum Winston. Honum. Nei, fyrir ekki á honum með Krí. Nei. Já. Eða Cassidy núna. Fyrir mér var hann alltaf með Krí, sorry. Hefur ekkert með það nafnið sé breytt. Mér finnst bara með Krí flottara fyrir svona cowboy. Gringatjú nær að lifa Dífubombuna af, veit ekki hvernig hann fór að því. Og Díva er tekin aftur út.
Af hverju var svona þau með Kree breytti fyrir Cassidy? Hvað gerðist það þér? Ég er að minna það. Nei, Ok. þeir fyrir bara að ná að halda, ok, Andriel var eitthvað utan við sig og var tekin út. Víkingur verður að halda þessu einn núna, sem tank. Kýpur dættilega bara niður. Nær últa mati núi, Hvað er í gangi? kemur á með últi í þessu móti. Grínsur ressar Kýpur. Mercy er komið með últi í sitt líka Kannski að ná það frá þeim lundum. Víkingur Og kemur Kiriko sterk með. Hvað er tíu fyrir aftan hann? Víkingur dettur niður og þá eru þau bara hérna. Budgie er hérna. Andrulegur hérna líka. Kýpur. Náður að, hann er að reyna að taka út hann Mána en er ekki, Máni tekur hann út en er einn á móti Winston sem tapar fyrir Winston. Þeir náðu núna 2 mínútur og 30 sekúndur eftir. Sem er alveg ágætist tími, ég hef séð stórkostlega hluti gerast á svona stundum tíma. Já, Hann var líka svolítið utan að við séðan Andriel, ég veit ekki alveg af hverju. Þeir ætla að fara bara beint upp á skipið og berjast. Flugskipið. Það sem Andrulegur er með, það er að taka með Andrulegur niður. Það er Matrínu. Víkingur pikkar aftur upp yfir á skipið frá hættu. QRT í baráttu við Mána. Tekur hann út. En er síðan tekin út af hann Mewtwo af Hanzo. Winston fyrir beint í Mewtwo, nær honum ekki alveg og er pullaður tilbaka af Mána. Víkingur fyrir beint í ultið sitt og meðan Díva fyrir á móti með ultið sitt og nær Mána. Með ultimate sinu. Mercy kemur hann inn og ressar swimming pool. Mewtwo tekur vörðina, Talenzo tekur hann ressar swimming pool. Já, síðan maður verður spenntur fyrir að Overwatch Euro Qualifier eru bara að byrja. Er það ekki rétt að mér? Ég er að minna hvernig það byrjar. Ekki alveg með á hreinu. Andriel er einn að reyna að berjast við QRT. Já, QRT fær smá. Tekur hann út, en er samt á hættulegu stað bak við þeim. Víkingur kemur inn og bjargar honum í raun og veru með því að joina hann í fætið. Víkingur tekur niður swimming pool og Matrínu. Kemur hann og lokar hurðinni með ultíinu sinna á Máni, svo er kannski ekki að hendugast í heimi. Það tré getur verið ansi þreytandi þegar það lokar fyrir svona eins og með í veggurinn. Já. Stuttu tíma eftir, erum með 16 sekúndur eftir. Ætla að reyna að vera á hægrándinu að defenda þetta. Hver er þetta? Budgie nær að fara yfir. Veit ekki hvort það hafi verið sniðhugmynd þar sem þeir eru með rosalegt púslið og núna þurfa að reyna að bjarga þessu en Díva. Nei, Máni ekki fyrir inn. Nær Mána að halda þessu eða Díva þetta. Víkingur þeimur þengu inn með Matrínu. Ná að spara tíma allan á hvernig Víkingur kom tilbaka. Og hann tekur út Winston í leiðinni. Bölvar vinnur þennan leik eða? Þetta var rosalega. Sækum núna hvað er hann æðislegan play the game leik. Og það er Kýpur sem tracer. Þá er Bölvar Lundar. Þá er þessi leik, hann hættir án búið.